Á að fyrirgefa þetta? Eða á að draga þessa menn til ábyrgðar? Við hljótum að spyrja sjálf okkur, þeir sem settu Ísland á hausinn, eiga þeir að halda áfram á raða? Lýðræðis þjóðfélag þarf á því að halda að menn haldi vöku sinni og þar kem ég aftur að tíðarandanum. Tíðarandinn óskaplega sterkur og það er svona stofnana veldi fjármagnsins sem að stýrir honum í mjög ríkum mæli og þá þarf að reisa múrana og hvernig gerum við það? Með því að örfa til gagnrýninnar umræðu og skoðanaskipta og það er verkefnið. Hluti af þessu hruni öllu var ákveðin hjarðmennska, svona trú á stofnanaveldi og síðan hjarðmennska. Það er einhverjir sem taka ákvarðanir og aðrir sem fylgja þeim ákvarðanum, hlýða. Gagnrýnislaust, ég er búinn að horfa upp á þetta á Alþingi í langan tíma. Mér finnst við að séð hvað hægt er að gera þegar að þjóðin lifnar við, þegar hún kemur saman til fjöldafunda, þegar að svona vakna nýjar raddir og umræðan verður gagnrýnin og lífleg og óbeisluð, að þá finnum maður hvernig svona samfélagið verður öflugra og sterkara. Við höfum fengið innsýn í þetta. Það höfum við lært á hruninu og það er dýrmætasti lærdómurinn sem við getum dregið af reynslu undangengina mánaða. Mér finnst svona persónulega og eftir að hafa rætt við mjög mikið af fólki, bæði hérlendis og út allan heim, að þá hefur maður svo sem komist að því að við ætlum ekkert að læra neitt af þessari kreppu eins og við köllum. Við ætlum bara að reisa upp sama gamla kerfið aftur. Við ætlum að stoppa í þessi göt, eða við höldum að við ætlum að gera það. Við ætlum bara að reyna að lagfæra handónýtt kerfi. Nú verður fólkið að rísa og heimta eitthvað verið gert. Ef það er ekki gert, þá er landið glatað, hreinlega glatað. Og fyrir utan náttúrulega sko efnahagslega séð að nú er verið að semja orkun og annað sko að þá að halda áfram í sama farinu. Eins og Einstein sagði einhvern tímann að geðveiki er að endurtaka alltaf sömu mistökin og halda eitthvað nýtt gerist í næsta skipt. Og það er að gerast á Íslandi, að ekki bara pólitískt heldur líka efnahagslega. But I think that in our civilization we have a temptation to go to the forgiveness before we had the responsibilities set. And I think we should not force the different levels. We should establish the responsibilities. Then we should have the hearings. If there are culprits, they should be judged and they should serve their sentence. And when we are at that stage, well, then everything is open. You can say maybe now we can move on. And even then we could have some process of forgiveness maybe, but not before.